góðan daginn og verið velkomin í FM 95 Blö á FM 957. Anni og Börkur hérna með ykkur, mættir í stúdíó, hressir. Já, það segir satt Börkur, það gott veður og neini, það rigning og þetta ekki handrukkurar hér. Þetta fyndið þeir væri svona konum með eitthvað leyfi til þess að hósta FM 95 Blö. Nei, þetta nú bara Steindi Junior og Ágúst Bent. Saglýsir piltar. Þetta bara við með ykkur hér í útvarpinu á FM 957 að stjórna FM 95 Blö fyrir Nautablö. Fyrir Nautablö. Því að hann einhvers staðar ekki hér og við þurfum að koma staði bara eftir hvar hann er. Akkurat, hann einn af þessum mannskjum sem vill ekki vinna, hann vill bara drekka drykk. Og hólka og tölur. Já, og hólka og tölur. Nei, hérna við ætlum að vera með ykkur elsku vinir, my crew, við ætlum að vera með ykkur til 6. Já, við erum með ykkur 6, þetta verður alveg ótrúlega skemmtileg dagskrá sem við erum hérna að læna upp. Hún er rosalega þétt þessi dagskrá. Hún er þétt og vel skipulögð. Nei, við hérna, við erum bara dóttir inn til að redda málunum, en við ætlum að vera með hérna samt, við erum með þéttan og góðan þátt. Við erum með það verða gestir og gangandi. Já. Og við erum með alls konar skrýtnar fréttir frá útlöndum. Nei, við verum ekki með þær, en við erum samt með alls konar, við ætlum að vera með alls konar skemmtilegar umræður og við ætlum að opna fyrir síman. Við ætlum að sjálfsögðu halda í nokkra fasta liði, við verum með pepp-hotnið, það verður á sínum stað, það sem að menn geta hringt inn og hérna, já, og gefi sitt pepp til einhvers. Já. Svona peppar eitthvað, veistu hvernig það virkar? Já, það er svo gott svona í kreppinni. Þetta virkar samt þannig, það hringir einhver inn og segir, mér langar að, ég vil peppa körfuboltalið Njarðvíkur hérna. Já. Og þá erum við bara nú, af hverju? Af því að þeir eru bara búin að vera flottir og svo framvegis. Einmitt. Svolítið svona, þetta er svona hugljúft hjá Blöð að finna upp þessu. Já, hann er ljúfur. Já, en við ætlum að byrja því að koma okkur fyrir, að þegar við vorum að koma og erum hérna ætlum að fara á jökkum, við erum allir rennandi blautir og ógeðslegir. Við ætlum að koma okkur fyrir og hringja svo beint í auta og spyrja hann af hverju við erum en ekki hann. Já, gengur ekki. Bent með ykkur ennþá á þessum frábæra fimmtudegi. Þetta er fyrst fimmtudagur. Já, nei, það er rigning og þetta er bara glataða, sko. Þetta er hefði lélugu fimmtudagur, en við erum að leysa auta af. Já. Og við vitum ekkert af hverju. Nei, hann mætti bara ekki vinnun í dag. Hann er týndur upp á Hálendi. Já, hann er týndur, en við heyrðum nú að hann væri erlendis. Já. En ég veit ekkert af hverju hann fór til útlanda og hann kvaddi mig ekki. Nei, veistu að hann kvaddi mig ekki heldur. Nei, og mér finnst það að vera mjög furðulegt og ég var að spá hvort að við fáum kannski Peter, the Pussy Eater, tæknimann, til þess að ringja í Blöð. Já, dælum á hann. Ég fíla eiginlega ekkert þegar menn stinga af. Nei, mér finnst það bara, það er föðurlands. Hann er í vinnu hérna. Akkur er hann ekki bara að stjórna þessu þætti? Já, en... Það er nóg að gera í okkur, við eigum ekkert að vera hér. Nei, hvað? Ég vill ekkert vera hérna. Nei, ekki heldur sko. Það er að brjála þér. Já. Sæll vinur! Nei, sjómminlega. Steindi og Bent hérna við, hvernig ertu? Ég er góður. Herru, við erum bara fyllandi góðir. Hvað byrjum aðeins að fara út í það. Hvar ertu eiginlega, Blöð? Herru, ég er hérna í the land of the free. Já, ertu í Narníu? Þetta var að fyndum brandari hjá mér. En hvað segirðu, Já, ég er hérna í Narníu, ég er hérna í Ameríku. Já, ok. Og hvað ertu að gera? Af hverju ertu ekki í vinnunni? Mér langar að ljúga þar ég sé að lesa fyrir blinda eða einhverju góðir að starta mér hérna, en ég veit ekki, bara eitthvað að leika með, sko. Já, ok. En þú áttu góða að sem hlaup í skarið fyrir þig. Og hver varst að lenda? Þú fórst á þann? Já, lendum í nótt. Þannig að ég er að koma hádegi hérna hjá mér. Ok, getur þú hort í kringu þig og bara lýsta eins bara svona aðstæðum? Hvað er sól? Hvað er að gerast þetta nú? Hver er þetta? Hvað kettling er þetta? Veistu það ekki? Það er í kringunni, já, það er glamt. Ertu farin að vinna í drive-thru? Ég er að vinna á McDonald's í drive-thru. Ég er að taka böndin. En þú vilt ekki mikið tala um þetta, heyr ég?
Jú, hvað er það? Já, Hvað viltu vita? Já, ég er bara svona, hvernig er staðan? Hvað er í gangi? Já, ég er að fara á leik í kvöld, Miami, Oklahoma. Já. Þetta er komin. Já. Er þetta courtside? Segðu okkur þetta segið the courtside. Nei, það er ekki svo gott. Djöfullin sjálfum. Hvernig er lífið þitt þarna vestanhams? Hvernig er að vera hérna bara normal Joe, bara eitthvað túristi yfir því að vera með allt þitt veldi hérna á Íslandi? Þetta er eftir mikið. Er það erfitt? Er það frelsi? Ef ég ætti hérna hús á Arnarnesi og væri að keyra á rándýrum Audi og væri aftur orðin einhver meðaljón út í Gaman að Bíddu. Tala meira um ykkur. Valega með dátinn. Nei, heyrðu. Ertu búin að lyfta einhverjum kynverjum að núti? Later, bye. Öddi, ekki fara. Ertu þetta? Nei, heyrðu, hann skellt á. Hann skellti á FNÍFM blöð. Já. Trúir þessu? Já, heyrðu, þetta var svakalegt. Við höfum farið inn á okkur viðkvæman punkt hjá honum. Já, hann er viðkvæm sál. Já, hann er ekki, hvað er hann að gera þarna? Að fara á okkur leið, með hverjum er hann? Við skulum að kafa dýbra í sálræna kvilla og galla Auðuns Blöndals, en núna skulum við hlusta á eitt lag. Naturfrisk Engifjöröl. Húsbóndahollur góðstrykkur. Þetta er Gabriel, ég og OP ásamt sérstökum gesti ætlum að spila fyrir ykkur á bestu útihátíðinni í sumar. Það er eins gott að þið mætið öll vegna þess að þetta verður trillt. Besta útihátíðin Gaddstaðarflötum Hellu dagana 5. til 8. júlí. Miðasala í fullum gangi á bestaútihátíðin.is. Vertu ilmandi á ströndinni með sólarvörn frá Hawaiian Tropic. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Ertu búin að fatta að hverju rörið er svona stórt? Þetta er ekki rör, þetta er fallbyssa! Krössir, ískaldur þeytingur á KFC. KFC, svo gott! Framandi og frískandi Fanta Exotic í næstu verslun. Eigðu Fanta gott sumar. Gretti Sterki synti fram og tilbaka frá Drangey á þess að hafa sérstaklega mikið fyrir því og hverju ári reyna nokkri hressir kallar og hressar konur að leika þetta eftir honum. Þú finnur næstu sundlaug fulla af heitu vatni með snjallsímanum á stærsta 3G neti frá Drangeyjarsundi. Meira Ísland með símanum. Pepsi Max og Tuborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum 3. til 7. ágúst. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið er yndislegt. Vá. Herru, hérna, ég var að skoða Vísi band. Já. Og ég sá frétt, hann stendur hérna, enn leitað að Lotto milljónamæringnum. Já. Og það er sérstætt einhver Íslendingur, hann gæti verið að heyra þetta núna í fyrst skipti. Hann kannski hann ekkert, þú veist, með internetið og er samt að hlusta bara núna útvarpið og heyri okkur. En hann vann 73 milljónir. Í Lotto, já, fyrir tæpum 2 vikum er ennþá ekki. Já. Hver er að leita hann, segirðu? Ég veit eiginlega ekkert hver að leita á hann. Af hverju vill einhver finna hann? Út af því að sko, þetta er góðgerðmál og þetta finnst ekki eftir ár, þannig að Lotto er náttúrulega ekki að leita að hann, sko. Þannig að það er einu bara við, sko. Sérstætt, einhver blaðamaður hjá Vísi vill bara geta finna hann. Það vill engin annar, það er öllum allir saman. Jú, það er þetta BBI sem skrifa þessa grein, hann er eini sem er að leita að hann. Þetta er svona einsmanns missions og bara allir í kerfinu standa á mótunum og hann ætlar að finna hennar mann, sko. En ég er að spá því, þú veist, þetta eru 73 milljónir. Er þetta skattfrjálst? Nei, nei. Jú, ég held það. Er það ekki? Lotto, þá þarfst ekki að borga skatt á Lottónu. Jú, það ekki. Ok, gefum okkur það að þetta séu 73 milljónir í lommen. Hvað myndið þú kaupa? Ég? Fyrir 73 milljónir? Það er bíl, fara til útlanda, fara til Spánar. Já. Kíkja til Kosta, 2 vikur. Já, þetta það ekki. Kíkja til Kosta í 2 vikur. Kíkja í Vatnssennigarð og í Dýragarð og... Já. Já. Ok, það er ok. En þú veist, ég hefst að spá ég, 73 milljónir. Þetta er eiginlega ekki neitt peningur. Hvað segir þér? Þér finnst þetta ekki verið neitt peningur? Þú veist, ég á enga pening, sko. Þú veist, ég er fátækur strákur. En málið er að þetta er samt ekki peningur. Hvað ætlar að gera 73 milljónir? Þú getur keypt þér,
blokkaríbúð og 1 bíl. Já, og þið finnst það bara að vera eitthvað... Minnst það bara drast. Já, mér langar ekki að... Heyrið það Íslandingar? Þetta er það sem Steindi Junior er orðin. Já. Fyrir 3 ára vann hann í sundlaugin í Mosó og núna bara 73 milljónir. Það er ekki shit, maður. Þetta getur bara eitthvað litla íbúð eða eitthvað. Ég bý í blokkaríbúð. En samt svona í alvörunni, þá finnst mér að þessi vinningar, þetta er ekkert það mikið, sko. Finnst þið það? 73 milljónir? Já, mér finnst það alveg vera slatti, sko. Það er ekki eins og sem maður hefði eitthvað unnið sér þetta inn, sko. Hann bara keypti sér eitthvað miða og var svo ógeðslega saman, ekki það búin að kíkja á hann. Þetta væri bara svo geðvægt, þetta væri svona 1000 milljónir. Þá getur verið að kaupa þér eitthvað Það er náttúrulega til þannig lottó, skilur. Það er alveg til bara svona heimslottóið og svoleiðis. Já. En það er náttúrulega eftir sem minni líkur á vinnir. Ég spila aldrei í lottónu og ef ég spila lottónu þá finnst mér alltaf vera svona eiginlega 100% líkur að ég sé með miðan. Já. Því í alveg tala, þetta er eitthvað geðviki, sko, ekki nema, erst þú líka svona? Það eru allir svona út af því að Ég er pottréttur á því sem er vinningi. Nefn þú sért bara búin að læra með tölfræði þá fattar maður aldrei að hversu ótrúlega ólíklegt þetta er, sko. Þetta er náttúrulega það ólíklegt að maður er bara retarded fyrir að kaupa lottó með það, sko. Ég þekki engan sem er unnið neitt í lottói. Nei. Aldrei. En þú ert nú alltaf í spilakassa. Nei, ég er ekki alltaf í spilakassa. En þú ferð svolítið í spilakassa. Nei, ég fer eiginlega ekkert svolítið í spilakassa. Ég sko, hvað er að koma fram með þetta? Málið er að ég er ekkert í spilakassum, hvað mennur? Ég fer svona í flippi, bara svona, nú seti 200 kall í kassan. Þú ert ekkert með, þetta er ekkert vandamál, þetta er bara flip. Já, þetta er bara flip. Ok, cool. Auðvitað. Þú veist að röggast á mér og auðvitað blöð, sko. Ok. Hvað síðast var þetta spilakassa? Hvað settur þú mikið í? Ég setti 1000 kall í. Ok. 1000 kall. Ok. Bara 1000 kall? Já, og fór í Bugsy. Bugsy, er það svona einn af leikjarnum sem getur valið? Já. Er ekki lengur Króki og Mjóni? Þegar ég fór í kassan senast, þá tók ég upp á síma minn vídeo af mér í kassanum, allan tíman. Já, ok. Þannig að þá get ég bara alltaf hort á það. Já, alltaf þegar þetta kemur yfir þig, fíknin, þá horfir á þetta. Ok. Og bara horfi á mig í spilakassa. Já. Nei. En ég er ekkert í spilakassum, ekki verið að særa. Mamma getur verið að hlusta á þetta, þetta er ekki hægt, sko. En samt svona ángríns, þá veit ég ekki neitt sem hefur unnið lottóvinning. Og ég veit ekki heldur neitt sem hefur verið stungin að bíflugu eða geitungi. Ég hef verið stungin að geitungi. En þú hefur ekki verið stungin að geitungi? Jú. Ég er að segja það, ég hef verið stungin að geitungi. Nei. Ok. Þú settir hendina á geitung. Nei. Kom geitungurinn sjálfviljugur og fann og stakk þig. Já. Í kinnina? Nei, í raskinnina. Í raskinnina? Þetta er auðvitað steiktasti FN95 blöð þáttur ever. En ef einhver hérna úti hefur unnið vinning einhver tíman í lottói, þá má hann hringja. Eða verið stungin í geitungi. Já, eða verið stungin í geitungi. En allavega, það eru ýmsir gestir á leiðinni. Gísli Pálmi er á leiðinni. Já. Gísli Pálmi ætlaði að koma hérna og leiða okkur að heyra nýjasta lagið sitt og tala við okkur hvað er í gangi hjá sér og sínu. Fyrir þá sem vita ekkert hver Gísli Pálmi er, þá er það rappari, ungur rappari. Og við hann er miklu uppáldi okkur. Og þegar við fengum svona að ráða þessum þætti, þá fengum við að sjálfsögðu hann í viðtal. Ég hringi í einn af mínum bestu vinum á eftir. Og það er bara svona venjulegt símtal. Já, ok. Þetta er nú þétt dagskrá hjá okkur. Já, þetta er mjög þétt dagskrá. Sko, ef við kannski spila það bara, getum við gert það? Herru, ok, ég sem sagt hringdi áðan, áður en þátturinn byrjaði, þá tók ég það upp og ég hringdi sem sagt í félaga minn og ég talaði við hann bara nákvæmlega eins og ég tala alltaf við hann. Ég sagði hann ekkert að ég væri í útvarpinu og ég var heldur ekkert að reyna að búa til eitthvað grín úr því. Þetta er bara venjulegt símtal. En spennandi. Í mínu lífi, sem ég langar að leyfa hlustandum að heyra. Er ekki skemmtilegt? Já, jú. Ok, setja á. Það er Bubbi. Sæll vinur. Hver er það? Steindi? Já, blessa. Hvað númer er það? Ég er batterislaus. Þetta er heimasíminn á Bent. Já. Hvernig ertu? Ég er þessu. Það ekki? Jú, ég er eftir minna. Já, er eitthvað drungið eða? Nei, við erum fælt ekki nóga. Þetta er fælt uppið iPhone. Er það? Já, hann er komið það. Ok, það er endar alveg hefi gott sko. Og hvað er það, beti? Netti. Nei, sællinu Netti. Hvernig ertu? Það er Nett. Er það ekki? Já,
Það komið 4S eða bara 4? Ég veit það ekki. Særi í 4S. Hvað ert þú með? Ég með 4S, held ég, já. Jú, ég með hana. Ég notaði ekki neitt. 4S, 4 eitthvað. Hvað, ertu að gerast nettur? Ég er nettur, hvað ertu? Herru, ég mjög bent bara nettur. Í hvaða númer ertu? Ég er bara í heimasímanum hans. Nettur? Já, drullu nettur bara. En hvað, á að gera hvað í dag? Ég er að vinna kl. 6 eitthvað. Já, engi veiði. Tjekka á þessu og tjekka á þessu í kvöld. Já, leið mér aðeins að heyra í skúla. Já, veitu. Já. Hvernig ertu netti? Ég er góður mikil strungi hér, ekki þér? Jú, það er 2 strungi í gangi, maður. En hvað? Í kassan? Nei, ertu búin að fara eitthvað í kassan í dag, eða? Nei, það er bara að fara. Já, hvað ætlar að setja mikið í hann? 3. Ég set 3 líka. Ætlar að kíka með okkur, eða? Ég er til, já. Hvert ætli þið? Bónusítjó? Nei, við erum þú stætt í á web. Jú. Hvað verður lengi hér? Ég bara er að klára. Já, við erum í nóa bara rétt á web. Já, en ætla ekkert inn á höfn og að veiða það? Jú, það er rigninga. Já, en það veiðir alveg, það er líka flóð, sko, að mók veiðist náttúrulega. Ekki að kíkja að nefnir til. Já, það er kíkjum á þetta bara smá. Já, ég ekki með þetta eitthvað? Jú, hann komum okkur í kassan líka, þetta er að setja alveg vel í. Já, ég er til, já. Ok, já. Skoðum þetta bara smá. Ok, bye. Bye. Erum alveg að... Nóttu í útilegu? Hvað sagði þú ert að fara í útilegu? Þetta var venjulegt símtal í mínu lífi. Svona eru bara mín símtöl. Gaman að hlustendur, fá að heyra það. Steinda Junior og Ágúst Bent. Já, sálblessaður, við erum greinilega FM 95 Blö. Já, við erum að stjórna FM 95 Blö fyrir Ötta Blö á FM 957. Þetta er alltaf gerast með dull, gæti ég verið daglega. Heyrðu hvað ég kom með strax svona FM-kallar? Já, við hljómum báðum mjög vanir. Já. Við vorum áðan að hlusta á venjulegt símtal með hann og Steinda, það sem hann hringdi í vinsinn og óvart viðurkennt að vera landsþjóð og hann er fíkill í spilakassa. Já, en fannst þið samt ekki gaman að heyra finnst þér ekki gaman að heyra bara svona venjulegt símtal? Jú, mér finnst það mjög skemmt. Þetta var náttúrulega ekki venjulegt símtal. Nei, þú veist, svona eru bara mín símtal, skilur. Já, en fyrir þér var þetta eðlilegt, já. Já, ég hef ógeðslega gaman að ég myndi að vera bara með eitthvað svona. Höldum að þessu áfram í þessum þætti. Ok. Förum og syngjum bara og pöntum okkur pítsu og syngjum að leigubíl og eitthvað svona. Já. Fáum kannski 1 númer á 118 og Já, hljómum mjög vel, sko. Er það ekki? En heyrðu, allavega Gísli Pálmi var að detta inn í stúdíó og hann ætlar að koma sér fyrir og við ætlum að fá östutt skilabóð og svo höldum við áfram og heyrum betur í hún. Kipi! Hei! Á að horfa á EM í kvöld. Grillhamborgarfabrikunar eru tilbúnir í pökkum með brauði, sósu, salti og pipar. EM-veisluna á Dominos.is. Veldu þér 2 vikur í sumar og fáðu 7 króna afslátt með orkulyklinum og staðgreiðslukorti Skeljungs hjá Orkunni og Shell allan þann tíma, út allt land. Orkan. FM 95 Blö á FM 95. Bra, euphoria, bra. Það vantar allt svona inn á FM, sko. Mér finnst það ég alltaf að vera bara og svona gelt og Herðu, Gísli Pálmi, velkomin maður. Sælir. Já, nei, talar í þennan mæk, kallið minn. Talar hérna. Halló. Já, herru, velkomin. Gaman að sjá þig. Gaman að sjá ykkur maður. Gott að fá þig einhver FM 957. Hefur þú verið eitthvað hérna inn á stöðinni? Já, ég kom hérna einu sinni til þessar. Er hann í spilun, Frikki? Nei, hvað er málið með það? Hvað kjaftaði það? Okkur er hann ekki í spilun? Nýja lagi er alveg bara, það er rock solid, sko. Þetta er stóru furðulegt. Ég er náttúrulega bara king of the underground maður.
Akkurat. Vill hvað sem ekki vera á þessari fucking mainstream stöð. Hann vill ekkert vera hérna. Hann er bara, við neittum hann til að koma hingað. Herðu, hérna... En herðu, hérna... skulum byrja á því, af því að það eru eflaust einhverjir hlustendur sem veit ekki hvað þú ert. Kannski getur þú sagt okkur eitthvað eins og mig? Hver ertu? Hver er Gísli Pálmi? GP maður, one and only. Lord Savior. Nei, ég er bara, já, ég er GP, ég er Gísli Pálmi, rosalega basic einstaklingur. Ljúfur drengur sem er að gera ljúfa tónlist. Það er hérna, við séum svolítið á internetinu, það er svona, þú ert mikið af svona aðdáendum miklum pepperum og menn eru farin að kalla það glazed god. Mér verður alltaf thank you glazed god, sem ég finnst svolítið gott sko. Getur þú eitthvað útskýrt það eins fyrir okkur? Hvað það myndi vera? Ég held að þetta sé einhverjir mofos sem eru að fatta þetta shit sko. Þeir veit alveg hvað er í gangi og það er þeir eru eitthvað búin að spekka Lil B sko. Lil B fekk tilnefni The Based God og hann gerir svona based music. En þú ert þá glazed, er það að þú ert bara með... Já, þú ert náttúrulega í glazer mafia, já. Og líka þegar þú rífur úr á tónleikum þá hefur verið svona eins og sett bara það út makkin í glassúr. Og þú ert aldrei í ból, þú ert eins og svona glazed donut. Sætur, þau eru ekki óneitað og glassúr, drengur og stúður. Ég gerði eins og lag sem heitir Kaffi Glassúr. Það fjallaði eitthvað svona... GP þetta að gera svona remake af því. Það fjallaði þýskt bakari sem var með svona þýska snúðabúð sem var bara með glassúr. Mér finnst þetta ennþá góð hugmynd. Að opna bakari sem er bara með glassúrvörur og þetta er bara glassúr. Ekkert súkkulaði. Nei, og þú veist, það er allir með mottur og í bleikum bólum og þú veist, og það er bara glassúr og það er heimsending. Þú ert einn af þessum mönnum sem er miklu meira fyrir glassúr en súkkulaði. Miklu meira fyrir glassúr. Og skilur ekki af hverju súkkulaði er svona vinsæll. Sko, ég get bara láta ykkur vita núna. Ég kom með facts fyrir þig. 3 hluti. Glassúr er betra en súkkulaði. Það er bara þannig. Soðin pulsa er mun betra en grilluð pulsa. Damn. Og sleazy sjoppuhamborgari er miklu betra en dýr veitingastaðar hamborgari. Hafið þið smakað þetta shit sem búið djúbsteka pulsunar í ost eða eitthvað? Herru, ég smakkaði bensinstöðum á það. Ég reyndi að vera að smaka einhverja karrípullu, bara búin að fá mig 2 og fekk mig karrípullu óð í hana á N1. Hún var geðvik. En þú ert að tala um þetta djúbstektu pulsuna sem með svona hvítlauks, sósu og papriku og svona ostík og svona seasonal, þá er hún geðvik. Það er bara besta sem ég fæ, sko. Ég er sammála, það er sannlega eitt besta mönns í heimi. Það er bara hægt að fá þetta mönns í lúgusjöppunni á Select á leiðin upp í Mosó á Höfða. Já, það var allan hann, ég veit það. Er þetta ekki skallið eða eitthvað? Jó, skallið. En svo held ég að séu samt í alveg einhverju nýjir eigendur og eitthvað. Þetta er hræðilegt, sko. Okkur vantar þessar pulsur. Hvar fær maður þetta? Ef einhver getur komið... Glazed God. Herru, ekki við erum... Ekki í djústingapottin þar maður, Herru, sko, við erum í F-stúdíónu. Það eru alls konar svona hljóð sem Magasín notar á morgnana og svona. Og það eru pottir að gefa hellingadóti hérna. Þannig að ef einhver að núti hefur lítið að gera og nær að koma með 3 kryddpilsur í þessum hvítlaugs sem er keypt á skalla handa okkur, þá fær hann 2 miða á bestu útihátíðina. Eigum við þá? Það er steinlíkt. Það er ekki að spyrja að fyrir hvað það eigi þess að miða? Nei, við græjum það. Við græjum það einhvern veginn. Ok, þú verður það bara að leggja út fyrir þessu? Já, ef það kemur einhver maður inn fyrir 6 með 3 pulsur handa okkur, réttu pulsurnar sem eru með þessu hvítlaugsdóti og paprikuna á, sem fæst bara í skalla, þá fær hann 2 miða á bestu útihátíð. En að það kemur bara einhver ógeðislegur náðungi, bara ber ofan innan undir leðurjakka, bara Ágúst Magnússon, bara, og myndi við halda á þessum pulsum í lónum, myndi við bara taka þetta á mennstæðan. Þá rétti honum út einhvern klukka. Ég nefnilega treyst ekki að verður að vera í lokuðum umbúðum, sko, annars bara fæ ég bara næju kast. Já, þú ert líka, þetta er ótrúlegt með þig, þú ert svo hrættur að veikjast. Já, ég meina, ég er að tala núna um æg sem Brynja Már með upp í sér á hverju mótni, ég er búin að fá hellingi sungum. En hörru, Gísli, við nefnilega erum með, viljum vita miklu meir þig og erum með nokkra spurningar handa þér, en áður en við förum í þær þá ætlum við að taka stutthlé og spila lagið. Þetta er nú ekki fyrsta lagið, alls ekki, langt úr því, en þetta er svona... Komið svolítið á kortið? Við getum sagt þetta til lagið... Ísbrjóturinn. Já, þetta er Ísbrjóturinn. Icebreak. Algjörlega. Og þetta lag er hvað? Einsás? Þetta er einsás í dag, þetta lag? Já maður, það er 17. júni, fucking... 1 year reunion, baby. Hlustum á lagið sem kom Gísla á kortið og höldum svo áfram að heyri honum. Fuck, hann var frétt.
stúkur, kolsvartar rúður. Með borðbíl í skúrnum fyrir þá sem láta löng orður að tungu. Veist hvernig við rúlum, andlit til glútum. Selar í búndum, bungum, fleiri 1000 krónur. Vígasta, ekki verða fyrir til líkasta. Hitt í vandi kjátt með lítið og skjarskip. Bá! Bam! Bra! Bra! Herru, sko, þetta myndband vakti náttúrulega ógeðslega miklu athygli því að þú ert einn þarna, ber ofan One Man Army og með huggulegan bíl bak við þig. Þetta eru flúrinn og sólglerun og Range Roverinn og allt sem svona saman myndar þetta. Myndar eina bombu þarna. En hver á pælingin? Var þetta út pælt að gera þetta svona eða var þetta bara fuck it, förum og... Þetta var samblanda báðu sko. Gísli fann að laga til í stúdíónu, hann að tegja sig í svona dó. Heyrðu, þarna strauja peningana og svona. Þannig að, nei, þetta var smá, þetta var semmi og hopp, brút og drífið þetta af, náðu þessu bara í hátíð gæðum. En síðan var líka smá svona publicity stand í þessu náttúrulega, við vissum að þetta myndi alveg fucking vekja fucking aðtekli sko. Menni við hefum komið með 70.000 views. 70.000 views? Það er lægir sko. Það er ekkert að því. Þetta er árs gamalt, segir við. Það er svona ótrúlega mikið einhvern veginn breyst síðan þá, skilur í þínu tilvíkja. Man fannst einhvern veginn að þetta væri allan á 2 ára síðan þetta hefði gerst. Líf þitt hefur breyst svolítið á þessu árið, ekki? Já, nefnilega árunum fyndin hátt sko, en ég hef aldrei, þú veist, það hefur aldrei breyst eitthvað for the better. En ég samt sko... Já, allt sem ég fucking vildi fyrir það, ég fucking, þú veist. En þegar ég hef hitt þig og við erum og röltum kannski aðeins áfram saman og erum að spjalla, þá er fólk svona að kasta sér í fangi á þér og þú ert orðið svona, það finna þér að því að þú hefur ekki verið með lag í spilun, þú ert bara búin að vera á netinu, en samt orðin svona vinsæll. Það lítur að vera einhver, þið lítur að finnast að vera skrítin breyting á einu ári. Allt í einu er lið fara að stoppa, ég sá mér sem berum auðvitað einhvern bíl stoppa á Laugaveginum og hlaupa til þín. Já, þú veist, það er... Nei, þú veist, það var gaman að, mér finnst gaman að, skilur að fólk eru að fatta þetta. En ég vissi allan tíman hvað ég var að gera, ég vissi alveg... Þetta var bara tímaspörsmál hvernig fólk myndi frétta þetta, þetta var fyrir stuttu síðan voru allir í einhverju og klæddi svona og svona skilur fyrir, eins og þegar ég var í menntaskóla og svona, var eitthvað svona metro-tímabil í gangi, allir með gel í hárinu og þröngum lífæsbuxum og 17 tímabil. Hvernig gel varstu með? Ég var aldrei í menntaskóla og aldrei með gel. Ok. En ég hefði ekkert tekið þátt í þessari sofu sko, en ég náttúrulega ég var í öðrum pælingum þá. En eins og ég segi í dag skilur, það var svona mainstream senan skilur, núna er mainstream senan orðin öðruvísi, það er allir komnir með deru og allir farnir að hlusta á einhverju hip-hop afbrigði, þótt þetta sé mikið væl og dót sko, þetta er allt hip-hop beats og kemur allt frá því skilur og þess vegna er þetta mjög stuttur þröskuldur að fara frá tónlistin sem er populár í dag yfir í svona meira underground dót sko. Styttri þröskuldur sko. Síðan lagið kom út og á þessu einu árið þá var búið að vera mikið að gera, sérstaklega í vetur. Þú varst að spila mikið á slisa, ekki? Jú, mjög mikið. Og bara, basically, ertu að taka menntaskóluna á árshátíðir, á hvernig giggum ertu? Alls konar alls konar kjaftaði bara yfir í, búið að reyna að fá mig yfir í eitthvað svona private events, bara í einhverjum heimahúsum, yfir í, þú veist, spilaði í Hörpunni, var beðin að spila þar jólinn og svo... Hefur ekkert að farið í eitthvað engapartí? Ég hef aldrei sagt ekkert af það. Það er einum og rappað bara svona í eitthvað húsgagn sem þú finnur, það er náttúrulega ekki... Semmi á klúbb, sko. Ég spilaði ammali. Já. Spilaði ammali fyrir vinnun. Já. En það var samt á klúbb, það var samt í Iðursson sko, alveg, og Function One hljóðkerfi og þú veist, hljóðkerfi hans Óla sko. Þú ert ekki ennþá búinn að lenda í því að þurfa að fara í eitthvað heimahús og það er ekki hljóðkerfi og þú stendur eins og hálfviti og rappar. Herru, það mun koma fyrir þig, ég get lofa þér. Það var í fokkin beðin það var butcherinn sem baði með sko. Það var einhver neita. En þú lítur nú að vera með... Hver er butcherinn? Hver er kjötæksinn?
kjötnýfin, heyrðu. En hver Bent, þú ætti nú að kannast vel við þetta og þú ert búin að vera verulega lengi að búið tónlist. Þú lítur að fara í einhver engapartí og rappað í einhverja styttu að því að það var ekki til mæk. Já, maður hefur alveg verið bara í hræðilegum aðstæðum, sko. Hvað er það lægsta sem þú bara dottið í? Af svona giggum? Já. Mér er mitt svona í heimahúsunum, þá allavega fyllir í gangi og það er einhvern veginn gútterar allt, skilju. Peppaði náttúrulega. En minna, það er verst þegar maður hefur lendið að spila, veist, á daginn á einhverjum svona venduðan sem eru börn. Og hopt framan í, kannski. Já, og það er kannski, veist, strák, borða hóð. Og þetta er líka, ég spila kannski á, veist, einhverjum torgi í Kópavogi klukkan 3 á laugardagseftirmiðdegi og það eru bara, veist, 10 krakkar í stórfiskleik fyrir fram á sviði. Já, það er bár. Það er það versti gigginn sem það getur lendið í, sko. Út, allir mínir fiskar og þú bara... Það þér ekki bóðið. Já, það er horror, sko. Það er mjög gott. Herri, ég var að spá með, með langar að fara aftur aðeins að tala um pulsurnar sem vorum að tala um það. Nennið því? Jú, þetta. Ok, því að mér fannst ekki alveg koma nógu skýrt fram. Þessar pulsur eru náttúrulega, það fást einhver staðar á Skalla. Nei, hvar fást þær? Já, sko fengust einu sinni á Skalla upp á Höfða, í sama á Selekthúsinu. Já, en ég held að séu farað. Og við erum í alvörunni tilbúinir til þess að taka á okkur að annarkvort þurfum að bara kaupa með hana sjálfur eða ekki til, en við ætlum að gefa... Það fyrir ekki komið eitthvað loftið? Það eru komið miðar á... Megum við gefa 2 miða? Ok, fyrir 3 pulsur. FM? Já, hvað vil ég á þessar pulsur? Þetta er þurfa að vera svona djúpstektar ostapulsur með hvítlauksósu og papriku. Það er hægt með þetta á Select, sko. Já, það hlýtur einhver sjopp í Reykjavík að vera með þetta. En varstu búin að prófa, fórstu og prófaðir að aðtöða þetta? Já, ég var að klára að koma úr lúðinni, sko. Er ekki að fara að skalla upp á Höfða? Hvað vil ég á pulsur? Já, menn ef þetta eru, þessar típur eru ekki að, þú bætir ekki á þessar, sko. Þetta er málið. Já, þetta er bara eins og Pulsa í brauði. Þetta er svona djúpsteikt pulsa, svona bræddur ostróna. Þetta er ekki svona eins og pandar ostapilsu og bensinstöð, sko. Þetta er svona djúpsteikt bacon ostapilsa. Já, í rauninni held ég að þú ákveðin típa, sko. Ég held þú getur örgulega bara að prófa að biðja um þessi djúpsteikta pulsu með bræddum ost og hvítlausósu. Þá ætti að vera að kveikja á, sko. Já, en ég held að það verður bara að finna eitthvað sem selur þetta, sko. Annars verður þetta alltaf bara eitthvað skítmix, svo. Já. Og það gengur alltaf ekki, sko. Einu og þannig, sko. Mikið svakalega langar með þessa pulsum. Já, tala svona þetta. Það eru 8 djúpsteikt, coming up, slækja á. Við erum bara arfaslækir. Ok. En aðtöða hvort að sé einhver annar. En eins og við segjum þá tókum við ekki eins og nafn þarna. Þetta er bara kapplaupinga niður í skattaliðina. Er þetta eini maðurinn á höfuðborgarsvæðinu sem er í alvörunni í þessu missjóni? Er einhver annar? Við ætlum að opna fyrir síma. Síminn stoppar ekki, sko. Ok, hlaupum ykkur. Ég er búinn að tala af Halla, þetta er staðfest. Það er 2 miðar anda fyrsta manninu sem að kemur með þessar kryddpulsuvíkar neyðir. Já, við erum að fara að fá þessa pulsu. Það er fokkum pulsum, maður. Herðu, ok. Viltu taka næsta pæl? Já, beint inn með hann, alveg. Klárlega, halló. Já, sæli, drengir. Nei, sælinu, hvað segirðu? Bara góður, sko. Er það ekki? Jú, neyrðu, Gullnesti niður í Grái. Já. Þar fáum við svona pulsur. Gullnesti í Grái? Já. Og akkur þetta að gefa frá þér svona rándýrt hint, ég trúi þér ekki. Já, það er bara því miður, ég bara kemst ekki sjálf, ég er bara leiðin í vinnuna, sko. Já, núna er allar að bruna upp í Gullnesti, maður. Já, Gullnesti. Gullnesti var að benka. Það bara vera góður, sko. Herru, vel séð maður, takk fyrir þetta. Já, takk sem leiðir. Herru, það væri gaman að aðtöða hvort það sé einhver annar í kapplupuð hinn. Það sé einhver, það er svo gaman að vita að það séu 2. The Amazing Race. Amazing Race. Ok, FM? Já, halló. Halló. Herru, þið eru að tala um pulsuna hér í Jolla. Hjá Jolla? Já, í Hafnarfirði. Þetta er allt eitthvað í Hafnarfirði. Pulsurnar hjá Jolla í Hafnarfirði? Já, þetta ég var að vinna. Það er enginn á fokkin Reykjavík sem settir mjög að fokkin djúpstekkingur og fokkin pulsur. Herru, ert þú þar eða? Nei, ég var að vinna, ég bara láta fólk vita. Ég er reynda í vinnu bara hérna til flugstöð, sko, þannig ég kemst ekki neitt sjálf. Já, maður veit. Það er ánskotan sem ég langar í þessa miða, sko. Já, en langaði samt ekki í þessa pulsu? Jú, það væri alveg, nei, sko. Myndirðu kyrkja höfrung fyrir þessa pulsu? Nei, ánskotin. Hoppa á kolpi? Eitthvað? Nei, ég veit það ekki. En herru, varstu þú hefur náttúrulega oft borðað svona pulsu? Já, nokkuð sinnum. Já, ok. Ég var náttúrulega að vinna þarna, sko. Já. Og þetta er alveg rosalega gott. Ég var alltaf að fá SMS núna frá óþekktu númeri sem stendur Skalli fluttur í Kóp í Ögurhvarfi.
Já, en við vitum allavega núna nokkra staðir sem eru með þessar pulsur, þannig að... Það Jolli í Hafnarfirði, það í... Gullnesti í Gráey. Gullnesti og svo það náttúrulega Skalli í Kópavogi. Já. Þetta við sem að fara að fá ykkur 40 pulsur. Það eiginlega bara fyrstu kemur... Þið fáið samt ekki betri pulsur heldur en þessar pulsur en í Jolla í Hafnarfirði. Það eru langbestar þar. Það? Alveg tímalust. Já, herruðu. Takk fyrir þetta. Gott að vita því, takk fyrir þetta. Það er spurning hvort að þetta sé saman með Jolla og muni eftir Eika Feita. Hamborgarastanum. Það var alltaf að tala um að hann, Eiki Feiti var með einhverja legendary hamborgara því að svitin á Eika datt á það. Já, ok. Kannski Varður þið svona saltir og... Já, þú veist, kannski notar Jolli, kannski er hann með, þú veist, góðan hráka. Já, með eitthvað, hann setur einhver svona sinna eigin vessa í það. Fyrir mig held ég ekki að segja það. Tökum við þetta tilbaka. Ok, hann gerir það ekki? Nei. Hýsa þeim. Ok, hlustum á auglýsingar. Hann gerir þetta ekki. Herðu, er komið að auglýsingum? Ok, hoppum í auglýsingar og höldum áfram með Gísla Pálma eftir smá. Hey, what's up, þetta Gísli Pálmi hérna. Hvað að frétta maður, auðvitað? Ég verð á bestu útihátíðinni. Hvað í fokkanum verður þú? Besta útihátíðin Gaddstaðarflötum Hellu dagana 5. til 8. júlí. Miðasala í fullu gangi á bestaútihátíðin.is. Bátur mánaðarins á Nonnabita skinkubátur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Þú hefur þetta allt í hendinni. Þú færð 50% afslátt í sund á Stór-Reykjavíkursvæðinu ef þú borgar með kortinu. Sæktu kortið og náðu í appið á hringtorg.is. Babysam, Mörkinni og Pappirskinna. What to expect when you're expecting. You drop your kid of a changing table. Bráðskemmtileg gammamynd með Cameron Diaz og Jennifer Lopez í aðalhlutverkum. Komin í bíó. Besta útihátíðin Gaddstaðarflötum Hellu dagana 5. til 8. júlí í samstarfi við Pepsi Max og Túborg. Framkoma 200.000 naglbítar, botlæðja, sóldök, kuskus, blasrokka, Páll Óskar, Úlfur Úlfur, Blárópar, Sigur, Friðrik Dór, Skítamórall, Ára Lives, Ingo og Viðguðnir, Agent Fresco, Á móti sól, Why Not Jack og 2 risadanstjöld í boði Elements og Agent.is. Fylgstu með á facebook.com/bestaútihátíðin. Miðasalan í fullum gangi á bestaútihátíðin.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Herru, Gísli Pálmi, þú varst með smá viskuperlu þetta lag. Já, herru, málastöndan þannig að original lagþessu sem ekki með Rihanna og T.I. Það var eitthvað svona Backstreet Boys frá Var ekki frá Rúmeníu? Frá Rúmeníu eða eitthvað svona miðausturlandi alveg snar sandnæra á því, og þeir sem sagt Við eitthvað Dragon Teens Day eða eitthvað muna margir eftir þess að sem er tvítettina eldri. Þá voru þeir í flugvél í myndbandinu að voru að dansa á vænginum og voru í einhverjum flugfreyjubúningum að eigin vali og síðan allt myndbandi á flugvél og utan á flugvél og eitthvað. Síðan árið eða 2 árum seinna og degja allir í flugslysi. Öll hljómsveitin bara á túri eða eitthvað. Barast allir í flugslysi. Þetta er hella. Það er nefnilega hella. Þeir voru að auðri svo mikið, Já, þeir voru að auðri svo allt og mikið. Já, þeir voru talandum öðranir, strákar. Þá dettur mér alltaf eitt í hug. Fóruð þið í andaglas sem úlingar? Já, nei, ég man menn voru ekki að svona fikta þetta, en ég náði aldrei að lenda í svona eitthvað svona alvöru andaglas lífsleinslu, það sem að glasi var að hreyfast og allir að panika, Nei, ég var gaurinn sem hreyfði, ég tek það á mig, en ég fór stundum í andaglas. Já. Það er nefnilega mestlega góða sögu, það kemur andaglasi, en ég er að segja þessa sögu í fyrsta skipti. Það ég hef sagt hérna, en ég hef aldrei sagt neinum hana. En það félagi minn var einu sinni í andaglasi með félaga sínum. Og þeir voru bara, þú veist, orðin kannski aðeins og gamlir fyrir að vera í andaglasi, heldur að vera orðinir alveg 20 eða eitthvað. Og þeir voru í andaglasi og
litli bróðir hans kemur heim og það Ólafur Arnalds. Já, tónlistarseni. Og hann kemur heim og kornungur, hann bara örugglega svona 6 ára eða eitthvað. Og hann kemur beint inn, tekur glasið, sem andaglasið. Einmitt. Og hann drekkur ekki úr því, sem hefði verið svolítið svona eðlilegt. Svona að þú ert að djóka eitthvað andaglas, andaglasin, og bara drekkur því. Það svolítið svona, þú veist, já, einmitt. Þú reiknaði með því. En hann tók glasið og sturtaði svona úr því yfir andlitið á sér. En það var náttúrulega það var ekkert vatn í glasunni, var það ekki á hvolfi þegar hann tók það? Jú, það var bara andi í glassunni. Þannig að hann var bara að sturta á sig einhver ósýnilegu. Öndum. Já. Og voru margir andar í glasunni? Sennilega. Og fóru andarnir einhvern veginn yfir hann allan og... Hann var 6 ára og hann lét einkennilega eftir þetta í nokkra daga og, já. Það til Exorcism var að performa. Ok, Ólafur Arnalds með eitthvað að púka í sér eftir þetta? Ólafur Arnalds andsetin náungi. Ok. Það að koma í ljóst núna. Já, þetta undan. En svona get ég laumað inn litlum sögum. Þetta skemmtilegt. Það var gaman að geta að ég hef verið sakaður að vera með púka. Já. Það var maður sem ég þekki sem að byrjaði að fara hans niður í krossinn. Hann sagði að ég væri með púka inn í mér og þess vegna hagaði mér eins og ég geri og ég að fara niður í kross og þar getur þau reykjað út fyrir mig. Ég sammála. Þeir eru lítið gjald. En þeir eru ennþá sínu staðapúkunir og ég veit ekki, ég skilja við það. Þegar þú varst í FB að mennta þig, þá var einhver kennari sem baði að mæta ekki tíma því að þú varst með svo óþægilega nervuru. Já, það er rétt. Það púk í þér, sko. Nei, þetta hræðalast við lendi í maður. Ég sá svo púk. Það? Nei, kannski ekki alveg. Mér veit að þetta hefði verið það var ekki besta sem við lendi í, bara það þarft ekki að mæta. Nei, maður var ungur áhrifagjarn drengur og þá segir kennari við mann bara, herri, þú ert ekki velkominn aftur í þessu tíma. Ég alveg, þú ert reikinn úr áfangunum. Þá sagði ég af hverju. Ég er búinn að tala um þetta skólamestran og hann er sammála mér og ég veit bara ekki að koma aftur. Hann er sammála mér, já. Maður bara alveg, hvað er málið? Honum fannst að vera með það óþægilega nervu, hann mætti ekki eins og án að full. Þá sagði hann bara við mig þetta var bara í dyrum á leiðinni í kennslustofuna. Þú ert með svo rosalega óþægilega nervuru að ég bara get ekki verið með þér inn í herbergi. Þú hefur náttúrulega klárlega verið að naðrast, þú hefur verið að sitja. Nei, ég sverða það. Nei, ég þekkti ekki neitt sem var með tímanum eða neitt, ég hafi ekki talað neitt, en hún bara frýta mig sem eitthvað Damien, sagði bara, veist, þú hefur bara slæm áhrif á alla í kringu þig og bara rosalega óþægilegt að vera með inn í herbergi. Og það bara eins og væri skítrættu mig og finnst bara ekki ógeð. Þetta er svo mjög fyndin saga. En heyrðu, Gísli. Gott að þú getur hlegið að þessu. Já, maður verður að hafa gaman að... Það er bara traumatizing event, sko. Nei, maður verður að hafa gaman að þessu. Herru, Enda að vinna úr þessu. Við komumst í gegnum þetta sama félagarnir. Herru, Gísli, hvað er framöndan? Í músikinni? Já, ég ætla að segja, ég ætla að fara að borða. Já, ég vissi það því, sko. Ég sá það á þér og varst bara, ég veit ekki. Swag. Halda áfram að dæla út lögum? Já, bara halda áfram að gera eitthvað tónlist og njóta lífsins maður bara. Já, ertu að meta að halda áfram að dæla út lögum á netinu og taka upp vídeo við þau eða ertu að spá í að fara að hendi ykkur að plötu og lokað inn einhver staðar í ykkur mánu eða hvað ertu ykkur þannig pælingum með það? Nei. Ég bara halda áfram að dæla út einhverjum lögum bara. Já. Plötur eru ofmat. Já, ég held að breiðskífan sé svolítið búinn, sko. Hafið þið farið út í búð og keypt ykkur plötu? Nei. Þú veist, auðvitað hafið þið gert það, en ég er að tala um á seinustu 3 árum. Ég meina einu skipti sem ég hef fengið eitthvað svona geisladiska og svona, ef maður hefur annarkvæmt fengið eitthvað svona promo-gefins eða kannski, keypta á tónleikum þegar maður ánkvæmt fyllir í það. Já, eða maður er svona eitthvað á leiðin út á land og maður er einhverju flippi og sér eitthvað disk svona á bensinstöð. Bara kaupum þetta maður. Já, maður skrifaði bara eitt disk og komin á ógið honum og stoppar bensinstöð og Hannesson klórar á bassan og spilar á gítarinn og syngur og þetta er eitthvað snillingur og allt í Rauða krossin og svona, kaupum það, sko. Já, það gerist ekki hjá mér, sko. Það er ekki til Rauða krossin. Herðu, Gísli, takk kærlega fyrir að koma. Já, virkilega gaman að hafa þig og við ætlum að enda þitt innslag á nýjasta laginu Stíg og Kreik nýjasta og sem ég elsta sko. Lagið er ekkert nýtt sko. Lagið er bara mjög frekar gaman það tekið upp 2010 sko. Og af hverju beðstu svona lengi með það? Vissu að varstu bara að bíða eftir þetta tímanum? Já, ég var að bíða eftir þetta tímanum. Þetta er svolítið svona poppaðar en annað sem við verðum að gera. Já, ég veit ekki alveg. Ákvað bara... Og hvernig fer maður svo að heyra eitthvað nýtt frá þér?
Herru, það fyrir að droppa eitthvað nýtt út, maður. Það er lag sem þú samtir í fyrra, sem varst að fara að gefa út núna. Lag sem ég samtir í 2006 með þessu, sem ég að spója. Jaha. Nei, það fyrir að droppa eitthvað nýtt shit. Eitthvað friski. Ok. Við býðum spenntir og hlustendur líka. Herru, shouts out my boys hérna. Já, ok, hendilega, drita þessu út. Shouts out á Diddy, shouts out á Butcherinn Steppa, shouts out á Snævar, shouts out á Alla, shouts out á Þorstein. Allt að fucking gerast. Og ef þessir menn væru hér myndi ég gefa þeim öllum high five. En þú Bent. Gefa svona upp í 5. Jú, eitthvað svo leiðir. Það er gaman að því. Við þökkum með GP fallega fyrir fallega innkomi. Og nú ætlum við að heyra einhverja músík, eða ekki? Algjörlega, þetta er nýjasti smellurinn frá Gísla. Já, Kreik. Lifa lífinu sem ég hef gert það, verið leika. Ég að leika, mér að lífinu sem allir taka allt og alvarlega. Þegar ég stíg á Kreik, getur enginn stoppað leik. Þið geta reynt og reynt, það seint. Byrjit og enda, ég spilit og tek allt. Ég svo vermút allt og hverfur allt, ykkur þessi samúræ kemur að. Þú þekkir mig, þekki þetta óblandað. Ferðast á ljósafðar, sleipni sveiflandi þó samar. Fellin í sódóma, ég sit með að stólaksa. Stíflusu kórónan, konungu ljónanna. Frumskóa ljónshjarta, flýjandi dómstóla bóvara. Pening í skókassan, allt of djúpir, bólakaf. Svo eyður peysa, mest í reyna eiga nokkra eiginleika. Til að gera lengra, ekki dreyma meira. Eftir gera meira, afreka eitthvað. Ég svo nefarleika, ég kýla þetta og veistu. Ég flæð drengur, flæði eins og snæri þæði peysu. Í gegnum æða mína flæðir eðalblóð, ekkert meðaljón. Veist ég blast og flest að sjá, en ég sem ég get og það vilja þau fá. Frá annarri plánetu, skell eins og loftstein. Slæk hvað það faða eins og bortens, flíkur sem loftlir. Glingur og klútur, stúð fulla lúkur. Ég lapp úr tískubúðum í glænýgjum blúsum. Þungum sprungur, nýjandi rúfur, stöflum kúlum, tala gödustungu. Ungur úlfur, kúnfumungur, sný höfukúpum eins og plötusnúður. Undur í pælingum, buxurnar á hælunum. Að botnum bassan, allan eftir leðursætunum. Ég kæri mig ekki neitt, sem ekki getur það breytt. Sín á sjálfur því við sjáum fyrir útkom okkar leik fyrir þeim. Og enginn getur breytt því fyrir okkur. Þar bara hakka hart til að spila bolta með meistara flokknum. Skers neistara fósnum, beisara í skottnum. En kökubita draga löggu hitta, neikvæða. Ég alfa, ég omega, flakkandi milli sólkerfa. Ég leita djúpt að það leista til að rótengjast. Hef aldrei reynda að gera fyrir tíma sem eitt var. Á raungum stað, því ég gegn. SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Nóa kropp, ómissandi, brakandi snilld. Það sést hverjir drekka Kristall. EM-veisla Dominos. Stór pizza á matseli, 2 lítra gos og gott að eigin vali á 2.599 krónur ef þú sækir. Og pakki af EM-fótboltamyndum fylgir með. Þú pantar á dominos.is eða í síma 58-12345. Fanta er sumardrykkurinn. Svalandi og heitum sumardegi sem og bjartri sumarnótt. Nú með enn ferskara appelsínubræði. Eyðu Fanta gott sumar. Hamborgarafabrikan kynnir með stolti Hrefna. Hamborgari úr alíslensku hrefnukjöti með piparosti, klettasalati og glænýrri sinnepspiparsósu fabrikunar. Þessi elska fæst aðeins í takmarkaðan tíma og það er orðið allt of seint að bóka skoðunarferð til að sjá hana. Hamborgarafabrikan, sími 5757575. Akureyri, höfuðstaður Norðurlands, er mikill skólabær. Hér settu danskir kaupmenn mikinn svip á bæinn í eina tíð og það var sagt að akureyringar töluðu dönsku á sunnudögum. Enda hljómar íslenskan stundum öðruvísi hér en annar staðar. Sumir myndu segja réttari. Notaðu snjallsímann á stærsta 3G-neti landsins til að finna merkilega áfangastaði á ferðalaginu. Meira Ísland með símanum. Þetta eru grillveðurfréttir Egils Appelsín. Grillveðrið, 5. 21. júní. Gola að austans og einhver úrkoma geti látið á sig kræla á austanverðu landinu. En þá er bara muna lagi góða. Mér finnst rigningin góð
á grillið. Svo leikur í EM Tékkland-Portúgal að gera að tékka á einhverju portvínsleiknu. Í dag líka tilvæðilega að leggja gott kjöt í marineringu og byrgja sig upp að appelsíni fyrir björtustu helgi ársins, Jónsmessu helgina. En þá er einmitt 6 mánuði til jóla, en þá grillum við rjúpu. Verið þið sæl. Það er Egils appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Ok, herðu, við ákveðum að taka smá hlé á auglýsingarhlé. Það er ótrúlega hefur gerst, það eru komnir hérna strákar með 3 djúpstektar pulsur handa okkur. Þeir hafa unnið sér 2 með á bestu hátíðina. Herðu, ok, nú er ég að horfa á mína pulsu. Hún er vel djúpstekt. Það er bretturostur, það er... Paprika. Herðu, þið megið fara alveg við mækinn strákar og tala í hann. Og hvernig er þetta, strákar, eru þið búin að fá okkur bita? Er þetta the real thing? Við ætlum að leiða ykkur að borða fyrst. Já, ekkert vera feimnið við að tala og bulla. Það er enginn að hlusta á svona sumrin. Það er alltaf bara einhvers staðar, þú veist, að horfa á fótbolta. Fólk á undan okkur. Já. Við sáum fólk á undan okkur, en við náðum bara að stoppa á strætiskinni. Þau lögðust á undan okkur 5 mínútum undan okkur. Fóruð þið í sömu sjoppuna? Já. Í hvaða sjoppu fóruð þið? Það er skallið Örugari. Við erum ykkur í þetta semst á leiðinni núna sem eru bara hágrátandi umferðin núna með 3 pulsur. Ég er að smakka mína pulsu. Og núna, þetta er svona eins og að horfa á þessa kokkaþætti þegar eitthvað lið fer til útlanda. Nú hver var það? var Ívar Guðmunds og vinur okkar Arnar Grant. Þegar þeir voru úti í Barcelona að borða mat og segja hvernig hann bragðist. Það var lýsa bragðinu, já. Það er svo gaman fyrir hlustendur mitt að heyra okkur borða og lýsa matnum. En mér finnst að í alveg hafi verið ótrúlegt að við vissum ekki svona hvar þetta fengist á höfuðborgarsvæðinu. Og þessar ungu hetjur hérna. Við hringdu sko í 118, hringdu fyrst í skalla sem er í Árbænum, svo hringdu við aftur í hinn skalla, þetta er það Sigurd fyrirtækið. Og þeir sögðust þessar pulsur og það mættum við á Kirkjan 3. Men hvað heitið þið okkar? Ég heiti Pétur og ég heiti Lýður. Nó, Lýður og Pétur? Já. Ok. Hvað eru þið gamlir? Við erum 18 og Mosfellsbænum. 18 og já, vel gert. Þetta er vel gert. Og tvíburar. Og tvíburar? Já. Ok. Ætlaði að vera saman í tjaldið á besti? Það erum ekki homar. Nei, sem svona, nei. Nei, en þú veist, þið getur samt alveg svona fiktað einhvern veginn ykkur öðrum. Það guttir það svona því að þið eru tvíburar. Já, þú veist, ekki fara alla leið, bara svona eitthvað svona kissa hálsin okkur öðrum eða eitthvað. Eða ekki? En mér finnst þess að tvíburar svona... Já, ég meina, er þetta ekki bara svona, veist, ef það sjálfsfrónulega, er þetta ekki svona bara næsti bara við það? Jú, þetta er svona, en þið eru ekki eineggja tvíburar. Það er aðeins öðru sí, af því að mér finnst þá, ef þú ert eineggja tvíburi, þá heyrir maður alveg það sem hinn hugsar. Já, þá finnst mér nú alveg aðeins vera, svona góður við bróðin, af og til. Já. Af og til. Já. Er það? Já, og þetta er móðu kviðið með þessum manni, þetta. En heyrðu, ef annar ykkar með sig, færð þú þá tilfinningun á því? Herru, bróður minn er að með sig. Það mætti segja það sko. Er það? Í alvörinni? Nei. Ok. Það má ekki ljúga svona mér, ég er svo auðtrúa, ég trú þetta svona. Já, strákar, takk kærlega fyrir pilsurnar. Takk fyrir pilsurnar. Þið skemmtu ykkur konunglega á bestu hátíðinni. Já, herru, hvað fyrir hverju þið svona spenntastir að sjá á bestu? Hvað er hljómsveit? GP. Það er Gísli sem situr við hliðina á. Já, vel gert. Þið vil áttu þetta dót í dag. Herðu, þið eru á leiðina bestu. Við ætlum að græja 2 miða. Við vorum búin að fá leið fyrir því. Pulsundar eru gæðikar. Vil ég smakka hana? Nei, ok. Það er líka ógeðslegt að smakka, þú veist, keks eða pulsu eða... Má ég fá smóka þessari sígarettu hjá þér? Nei, maður. Fáðu þína eigin sígarettu. Nei, ég reiki bara svona hálfa, þú veist. Ég er bara svona... Fæ mér bara smóka, sko. Og það er ógeðslegt. Herru, glæsilegt strákar til hamingju með miðana. Takk fyrir pulsuna og... Við dættum inn eftir smástund með Pepp-hornið. Það er alltaf verða vitlaust. Já, við erum hérna með mann í stúdíónu sem er bara aldeilis ósáttur við FNI 57 Steinda Junior Band. Því að hann er komin hérna með 30 stutta pulsur en fær enga miða á bestu hátíðina. Nei. Nei, svona er þetta í þessu lífi fyrir hvern einasta mann sem er verðlaunað 10 refsað. Já. Svona keppnir Við hljótum að geta fundið eitthvað hérna. Það eru bíómiðar eða einhverja pizzur eða silikon eða eitthvað. Já, er ekki alltaf verið að gefa eitthvað frímiða í ljós og eitthvað? Það er alltaf einhver orkudrykki til hérna. En herðu, það er allavega... Horfum við á mig bara eitthvað, er ekki alveg... Já, menn það komið alltaf fyllistanda fólki með pulsir í höndinu og það horfir á okkur og vill eitthvað, sko. Getur þú sagt nei við allt þetta fólk? Já, ég meina, leikur er leikur.
Herðu, ok, við þurfum að halda áfram allar með þáttinn, en það er alltaf fyllast af bara pulsum og fólki inninni. En það er hið fræga pepphorn sem er fastur liður hjá Audda á 50. Og við ætlum að halda upp í hefðinni. Og við ætlum að opna fyrir síman og leyfa fólki að hringja inn og bara hver fær þitt pepp, kæri hlustandi? Finnst þér ekkert óþægilegt að standi maður með 3 pulsur við raftað og stari á þig? Jú, ósáttur. En það er ég bara að passa mig alltaf á því að þegar ég horfi í augun á honum, er ég ekki að horfa í augun á honum, ég er að horfa svona á ennið á honum, fyrir ofan augun. Já, það er svona eins og ég sé að horfa í augun á honum. Já. Hann er núna að óta að þér pulsunum á hann. Já, herðu, býttu, þú mátt setjast það, eins við finnum alveg pottet eitthvað. Það er ekki að hafa áhyggjur af því. En línurnar, er einhver að hringja? Já, hleypum við einhverjum inn og það er pepphornið er dottið inn. Spurning hvort þið getur fengið einhver sexy jingle undir. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu? Herru, ég er fyllandi góður, en þú? Ég er flottur maður. Er það ekki? Já, aldrei. Herru, hvern ætlar að peppa? Ég ætla að peppa stuðtækið. Hvað segirðu? Stuðtækið. Stuðtækið? Já. Hvað er það? Sem er að grenna með að horfa á sjónvarpið? Nei, það er mest spennandi stuðsmynd á Íslandi í dag. Þú ert rauninni ekki að peppa, þú ert að plugga. Ég er að plugga. Verið að misnóta sér fasta lið í FM 95 Blöð. Herðu. Maður verður bara að breyta það. Já, þú er að hringja þetta upp á auglýsingadeild og þeir græði einhvern fína prís. Við neitum að tala stuðtæki fyrir þú ert búin að borga auglýsingadeildin einhvern pening. Herðu, takk fyrir þetta, góða pepp. Síminn er opinn, hver fær þitt pepp, elsku vinnur? Hvað er að peppa? Hvað segirðu, vinnur? Hvað er að peppa? Hvað er að peppa? Já, þetta er eitthvað sem var með hátt í útvarpinu sinum. Já, og við bara hleypum næst inn og við verðum alltaf, þú veist, mér finnst alltaf gaman að þegar flippar hringinn. Það er alltaf svona eitthvað, menn er alltaf fúlir yfir því. Já. Þegar ykkur hringir inn og er eitthvað, halló, ég ætla að svona. Ég er alltaf gaman að það. Finnst það líka gaman þegar þið hringir þig, flippararnir? Nei, ekkert svo. FM 95 Blöð? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hörru. Við erum flottir. Hvað segir þú? Það skiptir aðalmálunu. Ég segi fínt. Er það ekki? Ertu með eitthvað sem þið langar til að peppa hérna í útvarpinu? Já. Það er vinur minn. Já, hver er það? Hann heitir Arnar Vilhjálmsson. Hvað hefur hann gert, hann Arnar Vilhjálmsson, sem á til eiga peppskilið? Hann er að vinna á gröfu og hann er alveg ægilega duglegur drengur. Já, ok. Þessi gröfumenn eru hinnir sönnur Íslendingar. Og hvað er þetta Bobcat eða hvað er að tala um? Það er ná Hjónsæk gröfu, 450. Ok. Hvað er Bobcat ekkert gröfutegund? Herðu, já, ok, já, takk fyrir það. Já, það er gott hjá þér að vera að peppa gröfumenn Íslands. Já. Hann er á Norðfirði. Já. Þetta er það. Þeir sem eru úti núna á gröfinni, bara munið að við stöndum við baki okkur, endilega bara keep on digging. Já, keep on digging. Nákvæmlega. Herru, takk fyrir þetta, vinnur. Hvað segir þú gott? Heilir. Já, heilir. Heilir. Herru, ég ætla að peppa hérna gömlu framleiðandar að Leppin. Já. Ég sakna þess einstaklega að ég get ekki farið til búið að fengi með Lepp. Að fá þig Leppin? Já. Já, það er... hérna kaup maður það ekki dufti og blanda það sjálfur? Ég held að sé útrunnin bara. Sko, Leppin var hérna á bragðið eins og Kitty Kaldi klaki sem var bara að bræða. Ég veit það. Manstu þetta Kitty Kalda klakanum? Nei, ekki svona í minningunni. Er hann ekki til heldur? Nei. Nei, dotti út. Sko, 3 drykkir sem þyrftu að detta inn aftur. Það er Leppin, það er Garpur og það er hérna... Kóla. Já, algjörlega það. Og líka einn annar drykkur. Man ekki hvaða drykkur það er núna. Ég segja það kannski eftir, ef ég man það. Já. Enda er þetta nú mjög ómerkileg umræða. Ég segja það. Herðu, takk fyrir. Já, bara fram. Er Leppin komin aftur? Var það pælingin eða? Já, fá hann aftur. Já, fríska mín. Ég myndi það núna. Fríska mín, vítamini, sem hann drakk bara eins og vatn. Og lokaður glætuna líka, ísinn glætan. Já. Það var gaman að fá það með. Já, ok. Við skulum við rættum þessu bara. You goddamn fruitcake, takk fyrir þetta. Næstir hlustandi, tökum alla 1, 2 viðbót, FM 95 Blöð. FM 95 Blöð. Halló. Halló.
Herru, er ég í beinni? Já, þú ert í beinni. Herru, ég ætla að peppa Liverpool, mína menn. Já, er það þínu menn, segirðu? Já, við erum að fá Gylfa. Já, þú ert harður púlari. Já, hvað, eru þið ekki púlar það? Jú. Kettlingar það, eru þið kettlingar? Reyndar er ég grjótharður Newcastle maður. Ég horfi lítið á boltan, sko. Ég er ekkert í því. Við erum ekkert í því með hvaða lið ert að styðja á EM? England? EM, ég er bara held bara með Liverpool og þú veist, ég meina... Heldur bara með Liverpool og EM? Já, Þeir vinna þetta bara. Ég er ekki þar, en ég meina, þú veist, það er... Allan ég held með þeim, ég meina það, ég peppa þá bara, skilur, mér er skýt saman okkur fucking önnur lið. Já. Þér er saman allt? Já, ég meina þú veist... Allt nema Liverpool? Nei, ég meina, ég segi það ekki, ég meina, ég fæ mér alveg að borða og þú veist, þeir að vinna og eitthvað svona, en þú veist, ég ætla bara að segja, þú veist, ég peppa Liverpool, skilur þú? Já. Við hvað vinnur þú? Ég er að vinna í verktakabransa. Já. Og við erum heldum allir með Liverpool þar. Já, er það ekki? Já. Eru harðir púlarar? Já, við erum náttúrulega einhver rótgrónasti knattspyrnuklúbbur í veröldinni. Og hvað gerir þið svona því í klúbbnum? Svona þegar hittist þið reglulega eða? Já, við hittist alltaf einu sinni í viku. Og hvað gerir þið þá svona hittingum? Við erum alltaf bara að horfa á leiki og bara ræða mál og svona. Já. Viljið þið kíkja kannski? Nei. Það geti verið að maður kíkja. Ég hef nú alltaf gaman að fara í svona furðulega hittinga. Já, endilega. Það væri gaman að fá ykkur. Þetta er flottur þáttur hjá okkur strákar og ég ætla bara að peppa Liverpool. Já, herðu, við skilum því á Roy Keane eða hver sem er það sem er í þessu liðinu. Og gangi þínu mennu vel að sparka bolt á milli sín og vonandi helst bara í netið líka. Hey, Ben. Já. You never walk alone. Nei. Joke. Já, ok, takk fyrir þetta. Ég skal ekki gera það. Já, það er gott að vita því að hann er til í að fylgja þér. Mér og öllu. Tökum seinasta hlustandinn inn í guðana bænum. Segðu okkur hvað þú vilt peppa. 775 eða 865? 775 eða 865. Tökum 775. Það er eitthvað furðufugl. There we go. Já, blessaður. Nei, blessaður. Já, ég ætla að peppa ykkur. Nó, já. Þetta kann ég að meta. Þetta er fallegt. Já, það? Þetta er fallegt. Ættu við þá að gera eitthvað fyrir mig í snæði? Fylgir böggull skamrifi. Þetta er bara lítill greiði, þannig að ég ætla bara ekki að gera það. Já, hvað greiði það? Það ætti að spila þetta Euphoria alveg. Já, við skulum lofa því að við ætlum ekki að spila það. Já, við skulum gera það fyrir þig, við skulum ekkert spila það lag til klukkan 6 hér á þessari stöð. Ég var reyndar alveg til að heyra það, sko. Nei. En herru, takk fyrir að ringja, minn fagri vinur. Já, takk sem við leiðist. Takk. Það held ég, þetta var pepp-hornið. Þetta var peppandi okkur allir í endan. Hún fannst þið bara að hafa verið miklu betri en ötti. Þetta var bara mjög gott að bara fólk var að peppa hitt og þetta, svona aðalega Liverpool. Já. En klukkan það er nóg eftir og við ætlum að taka stutt hlé og svo höldum við áfram með svo þetta dagskrá ég geti verið hérna. Já, þetta er rosalega þetta dagskrá. Nóa Kropp, ómissandi, brakandi snilld. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Veldu þér 2 vikur í sumar á orkan.is áður nú pakka niður í ferðalegið landið og vertu á 7 króna afslætti allan tíman á 67 bensinstöðum Orkunar og Shell út allt land. Já, góða ferð. Orkan. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Grillávísun Krónunar. Í dag fylgir 1000 króna ávísun með fréttablaðinu á grillþrennu Krónunar. Krónan fyrst og fremst ódýr. Naturfrisk Engifjöröl. Hressandi góðstrykkur. Babysa, mörkinni og pappirskinna What to expect when you're expecting. You drop your kid of a changing table. Bráðskemmtileg gammamynd með Cameron Diaz og Jennifer Lopez í aðalhlutverkum. Komin í bíó. Subway hefur opnað nýjan og glæsilegan stað á Ísafirði. Subway, 21 staður land allt.
Safnaðu stimplum í vegabréfið þitt. Þú getur unnið fjölskylduferð til Tenerife og fjölda annarra glæsilegra vinninga. N1. Meira í leiðinni. Boltinn rúlar hratt á lengjunni. Spilaðu með á EM. Lengjan. Þetta eru grillveðurfréttir Egils appelsín. Grillveðrið 5. 21. júní. Gola að austan svo einhver úrkoma geti látið á sig kræla á austanverðu landinu, en þá bara muna lagi góða. Mér finnst rigningin góð á grillið. Svo leikur í EM, Tékkland, Portúgal, að gera að tékka á einhverju portvínsleiknu. Í dag líka til að leggja gott kjöt í marineringu og byrgja sig upp að appelsíni fyrir björtustu helgi ársins, Jónsmessu helgina. En þá einmitt 6 mánuði til jóla, en þá grillum við rjúpu. Verið þið sæl. Það Egils appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. FM 95 Blö. Á FM 95. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Steindi Junior og Bent með ykkur. Já, Nauti Blö einhvers staðar í Ameríkum, þannig að við þurfum að vinna vinnuna hans. Algjörlega, það nú ekki mikið eftir að þættinum. Ég búinn að skemmta mig konunglega. Já, þetta var nákvæmt. Þannig að Gísli Pálmi búinn að vera þetta með okkur og við fengum 3 djúpstektar pulsur gegn miðum á bestu. Já. Ef ég var að hreinskilum, þá hélt ég ekki að þessa pilsur myndi koma. Nei, ég held ekki sko. En það kom ekki bara 3 pulsur sem voru að handa mér, þér og Gísla, heldur það komu 6 pulsur. Það kom líka einhver rétt á eftir. Já, það var líka örugglega verið nokkrir sem að hættu á leiðinu þegar heyrðu útrópinu að það væri komið sigurvegari. Já, nákvæmlega. En það komið að mjög skemmtilegum lið. Þetta er fastur liður. Þetta er góðulega keppnin. Já, hvernig er það? Það er mjög skemmtilegt og yfirleitt þeir sem er að spila keppa í þessu segi ég, eða spila annleik. Það er yfirleitt Öddi og kannski á móti Sverrir Bergman og einhverjir. Spennandi. Þannig að fólk má kannski búast við svona aðeins frumlegri lögum frá okkur. Af því að Sverrir Bergman á til að spila kannski setja á krít eða eitthvað svona. Já, þeir eru alveg með glatan tónlistarsmekk þeir strákar. Við ætlum að fara allt aðra leið, en og Bent, þú átt að byrja. Já, ok. Ég er búinn að velja lag með Chief Keef. Þetta er lag með þessa ýmsu hluti sem hún líkar illa við. Ok. Já, til dæmis Snitch Niggas, that's that shit I don't like, segir hann. Hvað segir hann? Ok. Já, og fake sneakers, segir hann ekki? Og fake niggas líka. Algjörlega. Þeir sem eru bara í einhverjum, þú veist, með einhverjum fake sneakers, það er bara ömurlegt. Já, það má ekki verið í einhverjum mic, sko. Nei. En ok, þú valdir þetta. Ég valdi allt annað. Já, en við skulum að byrja að hlusta. Byrjum að hlusta þetta. Eigum við að leyfa laginu alveg að klárast? Eigum við að kötta á það eftir... Metum þetta bara eftir hvað okkur finnst það skemmtilegt þegar í gangi. Ok, en ég ætla að minna það að hlustendur eiga að velja. Það snýst þetta. Hlustendur eiga að hlusta á bæði lagið hans Bents og lagið mitt, svo ringir það inn og þetta er upp í 5. Þú veist, hver er fyrstur að fá 5 stig? Ok. Og lagið hans Bents. Hér kemur það. Chief Keef. Gústi Aska, AKA Band. Já, þetta var lagið Don't Like, Chief Keef. Ok, myndur þú segja að ertu vongóður sigur? Já, hljómagangurinn er svo heillandi í þessu lagi, ég held að hlustendur FN 97 munu hrífast. Já, ég er náttúrulega sammála, en við mögum ekki vera með eins lög. Nei. Þannig að ég valdi allt annað. Ok. En lagið sem ég ætla að spila er samt eitt af mínum uppáhaldslögum. Já. Og þetta er bara svona í alvörunni. Ég er að segja þetta frá hjartanu. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum. Já, hvaða lag er þetta? Þetta lag er með Einari Áttavilda. Einar Áttavildi? Já. Hver er það, segirðu? Hann er gömul barnastjarna og ég held að vinna dökkjavesta í dag. Og þetta er gamalt lag þá? Eldgamalt lag. Og heitir Þú vilt fara þinn veg. Já. Nei, hvort heitir það, Friki? Er ekki Þú vilt fara? Þú vilt ganga þinn veg. Þú vilt ganga þinn veg, Friki. Já, nú að vita þetta. Já, þú ættir að vita þetta. En mammans, hún samdi textan og hann söng. Hvað var hann gamall þegar hann söng þetta? Hann hefur verið kannski 10 ára, hvað svo leiðis. Já, ok, þetta er svoleiðis lag. Já, og þetta er mikil partymúsík. Ég spila þetta mikið í partíum. Ok, en þetta er svona eldgamalt barnalag. Já, en þetta er samt eitthvað miklu meira en það. Þegar ég held partí, þá spila ég svona lög og lög eins og þú varst að spila til skiptis. Já, ok. Það er skemmtilega blanda. Já, það var mjög helluð partí, sko. Einar Áttavildi, þetta er mitt lag, gjörðu þess vel. Þetta er flott lag, maður. Í alvöru tala, þetta er geðveikt. Þetta er nefnilega geðveikt lag og málið það að
Að mínum mati þetta sko snild. Já, þetta skuggalegu banger. Já, og ég segi ekkert snild oft, það svo lúðalegt orð. Þú spara það. Ég sagði spari. Og Ef við aðtóka hlustundum F957, finnst þetta? Við vorum örugglega að brjóta alla reglur útastöðunar. Já, Mæli ég bara Brynjar Már og Heiður Östmann væri þetta núna. Já. Það væri bara, þú veist, það væri allt í chaosina. Það væri bara allt bara... Það hefði allt farið í háaloft. En allan við skulum taka einhver símtöl og aðtóka hvað fólkinu finnst. Kostaði það fyrir Chief Keef eða Einar? Já, þú veist þetta er fyrstur upp í 5 bent. Fyrstur upp í 5, það bara sneggir að þessi? Ok. Já, góðan daginn, elsku hlustandi. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þið? Herru, við erum bara flottir. Já, hvernig varst að fíla lögin? Herru, ég dýrska þetta. Það ekki? Ég bara brosa út af eyrum minna, sko. Frábært, og þið finnst þetta er nokkuð jafnt, heyr ég? Já, þetta er mjög stíð keppni, sko. Og þú eru bara að vera alveg hreinskilinn. Heyrðu, þá ég að gefa Einar þetta. Já, Einar er átt á þetta? Já. Þess. 1-0 fyrir bandalæginu. Hann er einnig mjög óvalega listanum með mér. Hann er rosalega góðsögn. Hann er að vinna á dekkjavistæði núna, heyrði ég sko, og hann vill bara ekkert tala um þetta. Hann verður bara heldur reiður. Ok, þannig að þú ert að gera hann grikk með að það komast aftur í spilinu úðurbrinn? Nei, hann er ekki svona típa sem verður að hlusta á FM núna, sko. Nei, hvernig típa er hann? Hann er að hlusta á út af Flatbæ. Það vonast eftir laginu. Já. Ok, herru, tökum við einn annan hlustanda. Takk fyrir þetta. Ok, takk. Já, halló. Já, hæ. Sællunur. Heyrðu, það er Bent. Það er Bent. Já. Keef. Já. Herru, takk fyrir að ringja, vinnur. Takk. Herru, þetta er spennandi. 1-1. Já, og næsti. Góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Gaman að heyri þér. Já, hvað segir þið? Ég heiti Steindi og mér finnst ógeðslega gaman að heyri þér. Mér finnst þú æðislega og allt það. Hvernig ætlar að kjósa? Takk fyrir það. Herðu, já, mér finnst það klikalag. Já, hvað er lag? Þetta þarna sem voru að spila. Já, þetta er hérna sérst lagakeppni, eða Chief Keef versus Einar Áttavildi. Og hvort lag ætlar þú að kjósa vinnan? Hvað segir það? Af hverju? Herðu, er þetta ógilt atkvæði? Já, mér finnst þessi bara ekkert vita hvað maður vill, sko. Þetta er kjörklefa kúkarinn í þessari keppni. Ertu kjörklefa kúkari? Klárlega. Þú mótmælur þessu bara. Nei, þú mátt velja. Hvort lagi fannst þið betra? Hún veit ekkert hvað er í gangi. Þetta er Einar þarna. Einar? Þetta atkvæði telst nú ekki með. Ekki? Nei, hún veit ekkert hvað er í gangi þessi kona. Ok. Herðu, takk samt fyrir að hringja og góða skemmtun í Narníu. Já, takk. Þetta kom að lífiðin og réttan kjöl, Guðnabænum. FM, góðan dag. Halló. Sælir. Sælinur, hvað segirðu? Það er Einar allan daginn, sko. Það er Einar fyrir allan peningin, ég fíla það. Hann á pústvestaði Einar sem á sniðinni. Nú er það pústvestaði? Já, hann er ekki dekkjum, sko. Já, ok. Herðu, afsakið, er þetta Rikki, getur þú lokað hérna? Er einhverju smiðir sem er á trufla okkur svo mikið hérna? Svo. Það er alltaf svona einhver óvænt að koma í beinni, þú veist, það eru smiðir og... Já. Það er óslóft mikið að gerast í stúdíónu sem fólk heyrir. Þetta eru töfrar beinnar útsendingar. Við skulum taka en annan hlustandi. Herru, takk fyrir þetta meistari, 2-1 fyrir Einar Áttavelta. FM? Lækka auðvitað. Ég er að tala, það er að tala. Það er Steindi. Það er Steindi, já. Já, takk fyrir það. Næsta hlustandi. 3-1, takk aðeinslega. Já. FM? FM? Jú. Hver er þetta? Steindi og Bent. Já. Steindi? Já. Er ekki flottlagakeppni? Jú. Þú ert að velja á milli Chief Keef og Einars Áttavilda. Hvað velur í félagi? Ég er að hlusta útvarpið, ég heyrði bara eitthvað allt annað. Ertu að hlusta rétt útvarpsstöðu? Ég er að hlusta rétt útvarpið, Já. Þannig að sagði gaurinn hann að ég vil vera hinsegin, ég vil gera svona eða eitthvað. Já. Þú vilt vera hinsegin, ég vil vera svona. Þú vilt vera hinsegin, nei, þú vilt gera hinsegin, ég vil gera svona. Já. Svo segir hann líka hérna, þú fílar svart, ég fílar hvítt, segir hann líka. Það er svona nettur rassist í þessu. Já. Hommahattur líka. Hommahattur og Einar Áttaveldi var 10 ára gamall, hommahattari og rassisti. Já, svo er þetta þeirra.
Það er alveg góð. Herðu, ég ætla að gefa Steinda þetta. Já, glæsilegt. Hann kýs kynþáttahatran. Herðu, það er 4-1 til Einar Áttavald. Takk fyrir þetta, meistari. Ekki málið. Herðu, vonandi er þetta síðasta símtalið sem við tökum inn. Einar Áttavaldi, er hann að fá stig hérna? Þokkalega. Já! Þetta er besta lagið. Já, takk fyrir það. Það er lítið unnir. Jæja, svo veist að Chief Keef verði að lúta þetta skipti. Málið það, eins gott lag og það er. Já, eins gott og það er, þá er bara, hlustendur eru ekki alveg tilbúinir í það. Það er svona kannski mánuð. Já. Þú voru að koma aftur eftir mánuð og spila sama lag og úrslitin verða allt önnur. Já, ég skilja. En svo varstu náttúrulega að keppa við þungavíktamann, sko. Þú Já, varst að keppa við Einar Áttavaldi. Ég held að Einar Áttavaldi og Chief Keef séu nú líkar en margur heldur. Já. Þetta er þegar hann segir til dæmis a fuck nigga, that's that shit I don't like. Það er ekkert svo ólíkt í að segja þú vilt vera hins en ég vil vera svona. Nei, það er rétt. Þetta er náttúrulega svo sami boðskapurinn svona, sem þeir eru með báðir félagarnir. Síðan munu þeir hittast miðjan völl. Já, þetta er Chief Keef og Einar Áttavaldi minni. Við erum að koma að staði að sko Einar Áttavaldi, hann var sko líkuð friðarsinni og hann var sko, hann er að reyna að sameina þetta allt einhvern veginn. Já, ég það. Það fattar hvað þetta er djúpt hjá honum. 10 ára gamall. Já, mamma sem alltaf skrifa þetta reyndar en mamma svo djúp. En þetta var frábært. Einar Áttavaldi kom sá að sigraði í góðulagkeppni. Já. Og við erum búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag. Bent og Steindi og GP er búin að vera með ykkur og Frigor að hjálpa okkur á tökunum. Algjörlega, klukkan er orðin og ég vona bara að hlustendur hafi skemmt sér jafnvel og ég. Mjög svo gaman. Þetta var ágætt maður. Er það ekki? Ekkert að þessu. Það var bara aðeinslegt. Takk fyrir okkur og á morgun eru Sveppi og Pétur Jón? Sveppi og Pétur Jón er að stýra þættinum á morgun fyrir Blöð, hann er út í úldum og já, takk fyrir okkur og við skulum enda þáttinn á lagi með þér. Mér? Já, smá sárabætur. Takk. Takk fyrir okkur. Sóltök verður á bestu útihátíðinni. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.